Þú skalt hvorki gera þér líkneski né neina eftirlíkingu af því sem á himnum uppi eða því sem á jörðu niðri eða í hafinu undir jörðinni. Þú skalt hvorki falla fram fyrir þeim né dýrka þau. Flestar kirkjur hafa krossinn sem tákn kristni. Hins vegar notaði frumkirkjan ekki krossinn sem tákn kristni. Á tímum frumkirkjunnar var krossinn aftökutól fyrir glæpamenn á dauðadeild. Frumkristnir menn, umkringdir krossfestingunni sem dapurlegri staðreynd almennrar reynslu, áttu ekki á hættu að fegra krossinn með tilfinningum sínum. Upphaflega var krossinn skurðgoðatákn heiðni. Krossar voru notaðir sem tákn, hvort sem þau eru trúaleg eða ekki, löngu fyrir kristna tímann. Kristnir menn tóku upp opinbera notkun krossins sem tákn á tímum Konstantínusar. Kristna kirkjan viðurkenndi krossinn, tákn heiðni. Þegar fólk bjó til tákn heiðni og tilbað það, var því tortímt. Og tóku að þjóna Assýrustólpum og öðrum skurðgoðum. Vegna þessa afbrots kom heiftarreiði yfir Júda og Jerúsalem. Hvers vegna tilbáðu Ísraelsmenn þá skurðgoð þótt þeir vissu að það að tilbiðja skurðgoð leiddi þá til tortímingar? Það var vegna þess að þeir voru blekktir af skurðgoðadýrkendum. Skurðgoðadýrkendur blekktu Ísraelsmenn til að trúa því að skurðgoðið í Egyptalandi væri Guð og hvöttu þá til að tilbiðja skurðgoðið. Jafnvel í dag blekkja skurðgoðadýrkendur fólk til að trúa að krossinn sé tákn kristninnar og áminningum fórn Jesú svo að það geti tilbeðið krossinn, skurðgoð. Þegar þú leggur þig fram í tilbeiðslu fyrir mynd, hvort sem þú heldur að hún tákni Guð eða veru, þá ert þú þegar heillaður af hjátrú. Bölvaður er sá maður sem gerir skurðgoð eða steypt líkneski sem drottni viðurstig, handaverk smiðs og reisir það á laun. Þeir sem gera krossinn og tilbiðja hann munu verða tortímdir. Trúðu á nýja sáttmálann sem Kristur stofnaði og frelsaði þig með því að taka þátt í blóði Krists.